Nauðganir í samböndum eru staðreynd. Þetta segir móðir unglingsstúlku sem upplifði ofbeldi af þessu tagi í 4 ár án þess að stúlkan gerði sér grein fyrir því sjálf. Og hverjir að kenna? Við heyrum nú áhugaverða sögustúlkunar málið en vörum við myndum sem fylgja þessari umfjöllun. Það vita það eflaust fæstir en ofbeldi í samböndum unglinga fer vaxandi og harðnandi. Klámvæðingun er að kenna að mati sérfræðinga og fjölga þeim stöðugt sem leita til stígamóta vegna þess. Þessi unga stúlka er ein þeirra. Hún var í sambandi í 4 ár sem hófst við 14 ára aldur en það var þá ekki fyrr en sambandinu lauk sem hún áttaði sig á að hún hefði sætt miklu ofbeldi á þessum tíma. Hún vinnur nú málun sínu með stígamótum og vill miðla reynslu sinni til annarra. Ég held að þetta bara vera svona. Þetta er örugglega bara samband og þetta er örugglega bara kynlíf og þetta er örugglega bara eins og þetta á að vera. Af því að við þetta ekki í huga að fara eitthvað að efast það. Og ég hefði örugglega ekkert fattað neitt nema að því að hann hélt fram með mér og þá hættum við saman. Og eftir því sem leið lengra frá og þá fór maður að sjá svona betur og betur hvað þetta var klikkað og hvað þetta var ljúft. Hvernig var þetta klikkað? Hvernig var sambandið? Bara svo mikið af bara andlegu og ljótu kynferðisofbeldi. Og hún segir kærastan hafa hort mikið á gróft klám. Horfðir þú á þetta með honum? Hafðir þú þá ranghugmyndir vegna þess að þú varst að horfa á sama hlutin eða? Nei, ég held að það hefði verið eitthvað sem að mér fannst, ég vissi alltaf að mér fannst það ekki í lagi. En stundum líka að því að þegar að maður er með einhverjum sem horfir svona mikið á þetta að þá langar maður náttúrulega að vita hvað hann er að gera. Þannig að mann fyrst að vera svolítið út undan í sambandinu að vita ekki og svo stundum fekk ég þá að horfa á það sem að bara að sjá það sem hann var að horfa á og þá var ég náttúrulega eftir því sem liða sambandi og ofbeldið var grófara þá var ég náttúrulega hræddari og hræddari eftir því sem ég sá hvað að það sem hann var að horfa var alltaf grófara og grófara. Því þá vissi ég alveg hvað það þýddi að Já, hann vildi síðan apa þetta eftir og að þið gerðu sömu hlutuna. Já, ekkert einu sinni alltaf, ekkert með orðum skilurðu, en sagði það ekkert þannig, en það var samt þannig. Hanna Björg Vilhjálmsdóttir kennir kynjafræði í Borgarholtsskóla. Hún hefur barist fyrir því að kynjafræði verði kennd í öllum grunnskólum landsins og virðist full þörf á. Íslenski krakkar byrja að horfa klám 11-12 ára. Það eru líka að horfa á klám. Strákarnir nota þetta fyrir kynferðislega örvun og stelpurnar nota þetta meira svona af því að það eru forvitnar. Og auðvitað horfa þær á klám með kærustunum sínum og svo framvegis. Og þannig að hugmyndin síast líka inn í þær. Á meðan þessu stóð, þetta er náttúrulega 4 ár þar sem og ég skildi þá ekkert af hverju mér leið þess að ég leið og ég var eins og voru alls konar að fylgja þessu náttúrulega svo miklar afleiðingar, alls konar líkamlegar og andlegar afleiðingar sem ég fattaði þá ekkert sem fannst ekkert meika sens að ég hefði og fannst ekkert eiga að hafa og fattaði ekkert fyrir skilur ég fór niður á stígamót og hún fór að segja og ráðgjafandi fór að sýna mér að þetta eru afleiðingar kynferðisofbeldi og þetta eru afleiðingar og þá allt í einu fór ég að sjá að ég var með 16 af 18 mögulegum afleiðingum eða að þær voru bara og allt þetta sem ég fannst ég vera bara að verða geðveik að vera að upplifa að þetta var bara bein afleiðing kynferðisofbeldi. Stúlkan vill ekki fara ítarlega í hvernig ofbeldi lýsti sér, en farið hafi verið langt yfir hennar mörk. Og þetta er algengara en við höldum, segir Hanna, en nemendur hennar treyst henni vel og hafa margir ljótar sögur að segja úr sínum samböndum, sem út á við líta kannski eðlilega út, en þar sem þetta meðal annars þrífst. Að munnmök og endaþarfsmök eru fullkomlega eðlileg. Að það sé bara sjálfsagt að stunda slíkt kynlíf. Og við erum að tala nú er ég ekkert að fordæma kynlíf og fjölbreytni og allt það er ekki málið, en við erum að tala krakka, og þetta er ekki eðlilegt á þeim aldri, það er allavega, við hljótum að setja spurningamerki við það, og við erum líka að tala bara svona, ég meina, árásir á stelpurnar, þær eru slegnar, þær eru bitnar, þær eru flengdar, og þær eru þvingaðar til þess að gera hluti sem að ganga algjörlega yfir þeirra mörk og skilja þær eftir í tjóni. Og það að unglingsstrákar í þessum tilfelli séu að upplifa og halda kynlíf séu bara eins og gróf klámmynd, það er skelfilegt og afleiðingarnir eru hræðilegar.
afleiðingar nauðgunar náttúrulega það verkefni fyrir lífstíð sem að þarf að vinna í og alveg hægt að vinna með. En það þarf að gera það. Og það verkefni og það vinna. Þannig að það hroðalegt ef að margar stúlkur að gangi gegn og drengir náttúrulega líka, það bara miklu sjaldgæfara. Og þessi veruleiki, þetta svo mikið aðgengi að klámi og klámvæðingin orðin svo gigantísk. Það bara svoleiðis og það bara staðinn sem við þurfum að horfast í augu við. Og við þurfum að endurskoða svo margt í sambandi við þetta. Við þurfum að endurskoða námsefni, við þurfum að fara í gegnum bara, eftir mér vitalega ekki verið að kenna í lífsleikni markvisst klámvæðingu. Þannig að það þarf að fara í gegnum þetta. Við erum algjörlega á rangri hillu í þessum málum. Núna náttúrulega, þegar maður búin að skoða þetta og búin að vera niður á stígamótum og tala þetta mikið, að þá langar mér rosalega að trúa því bara að hann hef ekki ætlað að vera vondur við mig, heldur hann líka bara fórnarlamb þessar menningar að vera bara með klám á heilanum og af því að þetta allstaðar og hans, við vorum alltaf bæði svo ung að hans eina fyrirmynd í kynlífi var alltaf líka að vera klámi og það var bara kannski það sem hann hélt að vera rétt og ætti að vera svona og eftir því sem að leiða sambandi þá var alltaf klámi sem hann horfði á grófara og ofbeldi þá þar leiðandi grófara líka. Við vitum öll hvernig klámið Ég meina það eru bara kallandi sem ráða og 99% af klámið framleitt fyrir kalla og þeir ráða, þeir stjórna og stelpurnar og konurnar eru í aukahlutverki og þjónustuhlutverki. Og þegar þú tekur og líkamannir sem birtast í kláminu, það náttúrulega fullkomlega óheilbrigt líka bæði fyrir stráka og stelpur. En það miklu meiri press á stelpunum. Hvað varðar líkamann. Og þegar þú ert svona endalaust að hamra á, þú ert ófullkomin. Ég meina, auðvitað sjáum við lýtaðgerðir, auðvitað sjáum við kvíða, auðvitað sjáum við þunglyndi, auðvitað sjáum við ranghugmyndir í kynlífi. Og auðvitað sjáum við líka stelpur gefa eftir ranghugmyndum strákanum vegna þess að þær eru búnar að það búið að segja þeim, þú átt að vera í þjónustuhlutverki, þú átt að gera þetta, annars ertu bara ekki í lagi. En á sama tíma að þá ertu druslegu og sefur hjá fleiri en 3 fattari. Þannig að þetta pínu erfiðu veruleiki. Og sjálfsmyndin, hún laskast svo ekki sem meira sagt. Hún bara út á svip, hvernig á ég að vera, hvernig eru fyrirmyndina mínar, hver ég? Hvernig á ég að haga mér, hvernig á ég að klæða mig? Á ég að, hvernig get ég verið sterk, skilur við? Stelpan kemur frá góðu heimili, en einhverju velta eflaust fyrir sér hvernig foreldrar geta ekki tekið eftir ef eitthvað óeðlilegt í gangi. Varstu var við eitthvað? Nei. Nei. Ég hafði aldrei átt unglingsstelpu áður og ég hafði aldrei átt barn sem var að byrja í ástarsamband og svona og ég var bara pollróleg, hún var bara með sínum kærasta heimi hjá mér og ég svolítið ykt mamma því leyti að hún gisti alltaf heimi hjá mér, ekki hjá vinkonum sínum. Þannig að ég var mjög passasum á það að halda vel utan barnið mitt og hún var með alls konar einkenni sem ég tengdi við að vera unglingur. Hún var með brotna sjálfsmynd og við vorum að vinna í því. Líkamleg einkenni sem gátu verið af því að hún var að gangi gegnum unglingsár. Þannig að það var eitt og annað sem við gerðum á þessum tíma og ég spurði hana oftar en einu sinni, oftar en þrisvar, hvernig liði í sambandinu, hvort hún væri að stunda kynlíf og hvort það væri allt í lagi og hún vissi ekki betur og sagði já við mig. Þannig að ég var alveg grunlaus. Og ég sjálf nauðgunarþoli, var fyrir nauðgun þegar ég var unglingur og þar af leiðandi held ég að ég sé mjög meðvituð móðir og meira meðvituð en kannski margir og náttúrulega allir sem hafa lent í svona. Þannig að þetta kom mér rosalega mikið á óvart og var þar af leiðandi líka afskaplega mikið sjokk. Við erum svona svolítið hvað, þú veist, þetta ekki bara eitthvað jolly, þú veist, þetta ekki allt í lagi, menn við þurfum bara að styrkja stelpurnar og eitthvað svona minni háttar tilraunir til þess að laga þetta í þessum veruleika, fattar, í staðan fyrir að breyta einhvern veginn að hafa áhrif á veruleikan. Og ég held að það sé bara ekki nóg. Þessi stúlka ekki svo fyrsta sem lendir í þessari stöðu og eins og fyrr segir fer þeim fjölgandi sem lendi í henni. Hvaða áhrif hefur þetta á foreldri? Þetta bara það skelfilegasta held ég, eða með því skelfilegasta sem foreldrar geta lent í, það að barnið maður sem misnota. Og óbúslega og mikil ásökun sem að ég fór í gegnum, hvað gerði ég vitlaust, okkur sá ég þetta ekki, hvað var ég að hugsa? Og ég alveg búin að fara í gegnum það og ég veit að ég hef ekki getað breytt neinu. Þannig að það sem stendur upp úr þá get ég nýtt mína reynslu þó hún sé ekki jákvæð,
að þá, það jákvæða við hana það að þá get ég verið meiri styrkur fyrir hana og staðið betur við baki á henni og farið minni gegnum því ég veit að hluti til konar gangi gegnum. Veit fyrrverandi kærastiðinn að þinni stöðu í dag? Nei. Ætlar að tala við hann hana því að hann gengur þarna kannski glórulaus í sínum málum? Nei, ég held ekki strax allavega. En eins og ég segi, við langar rosalega að trúa því að, einmitt að hann viti bara ekki, hann veit náttúrulega örugglega ekkert hvað búið að gerast eða hvað hann hefur gert. En mér langar líka að trúa að sé að því að hann líka fórnarlamb, skilurðu, en ekki af því að hann ætlaði að vera vondur við mig. Það í rauninni gegndarlaus árás á sjálfsmynd stelpna og kvenna. Útlitsvæðingin og þessi þröngi kassi sem allar eiga að vera í, þessi eina birtingamynd af kvenlíkumum eins og við sjáum allstaðar í allri popmenningunni, hún veður yfir okkur. Við erum að tala um tónlistarmyndbönd, við erum að tala um kvikmyndir, við erum að tala um tísku, fyrirmyndirnar sem að gera ekkert nema að vera sætar oft á tíðum, skilur mig. Og þetta bæði lamar þetta sjálfsmynd og líkansmynd stelpna sem að gera þar ennþá viðkvæmari fyrir þessum áhrifum. Hvaða skilaboð hefur til stelpna? Ég veit allavega fyrir mitt leyti að þó að ég vissi alveg kannski einstinni líka því að það var ekki kannski bara kynferðisofbeldi sem var að í sambandinu og það vissi ég alveg að það var ekkert rétt þó að maður hefði ekkert kært alveg að gera neitt og maður fekk þau skilaboð bara úr þessum 2 tíma kynfræðslu sem ég fekk í grunnskóla og svona að nauðganir væri eitthvað sem væri ekki til í samböndum, skilur við. Nauðgan gæti ekki átt sér stað ef þú væri búin að segja já við að vera með einhverjum. Ég upplifði alltaf þannig að það gæti ekki verið kynferðisofbeldi fyrst að við værum saman. Ég vona bara að það hjálpi allavega einhverjum í að skoða, það séu alltaf að skoða sitt samband. Samkvæmt upplýsingum frá Stígamótum leituðu á síðasta ári 36 manns til samtakana vegna kynferðisofbeldis af hálfu maka. Nauðganir í samböndum eru staðreynd, það bara svoleiðis. Og fólk verður að horfast í augu við það, af því annars getum við ekki tekið á því. Ég segi jafnréttisfræða, alla. Jafnréttisfræðsla. Það kippur núna, ég veit að það kippur í svona áhuga bæði skóla og sveitarfélaga og leikskóla jafnvel að byrja að svona en vonandi helsta og vonandi verður það eitthvað, skilur. En ég búin að vera í þessu frá 2007 og þangað til núna hefur ekkert rosalega mikið gerst. Og þú hefur þurft að leita einmitt til Stígamóta og ert þar í meðferð. Hvernig gengur? Bara mjög vel og mér finnst alltaf með hverjum tíma, ég sjá betur og betur og mér leiði fyrstu vikurnar svolítið eins og verið að draga bara rúllugartinu frá augunum á mér. Allt í einu fór maður að sjá og skilja, bara ég var ekki klikkuð, það er ástæða fyrir þessu. Er þetta eitthvað sem þú jafnar þig á? Er hægt að vinna sig bara út úr þessu eða mun þetta fylgja þér alla ævi? Já, þetta er hægt að jafna sig. Þetta er alltaf partur af fortíðinu minni að þannig, en það stoppa mig ekkert. Ég bara vinn úr því. Starfsfólk Stígamóta vill koma þeim skilaboðum til þeirra sem kannast við þessar aðstæður að þeir geti haft samband við samtökin í síma 562 68 68.